Gott kvöld. Góðkvöldið. Við Sigurður Ingi erum búnir að funda í gær og í dag og höfum fundað með þingflokkum og erum að koma núna að fundi með stjórnarandstöðuflokkum sem að var að ljúka rétt í þessu. Við höfum komist að samkomulagi það að halda áfram ríkisstjórnarsamstarfinu á grundvelli sömu verkaskiptingar og verið hefur. Það þýðir að flokkarnir fara fyrir sömu ráðuneytum og gert hefur verið. Það liggur fyrir skýr, stór meirihluti fyrir áframhaldandi samstarfi flokkana og við munum byggja það samstarf á þeim stóra meirihluta. Með sömu megin áherslum og stjórnarflokkarnir hafa náð þessum mikla árangri sem að lýsi sér í styrkri stöðu efnahagsmála og ört batnandi lífskjörum landsmanna, ætlum við að halda áfram. Í þessari viku hefur með stóru skrefi, sögulegu, verið brugðist við þeim aðstæðum sem að skapast hafa í íslensku samfélagi með því að forsætisráðherra hefur stigið til hliðar og í hans stól mun þá setjast Sigurður Ingi aftur í samræmi við þá verkaskiptingu sem verið hefur milli flokkana. En við ætlum að stíga viðbótarskref til þess að mæta kröfum að virkja lýðræðið í landinu, til þess að koma til móts við þá stöðu sem að hefur myndast og hyggjumst stefna því að halda kosningar í haust, stytta kjörtímabilið 1 löggjafarþing. Nákvæm dagsetning á kosningunum mun ráðast af framvindu þingmálana. Við erum með langa þingmálaskrá, höfum fyrir þinginu fjölmörg mál sem að mörg eru langt á veg komin. Stærsta einstaka málið sem að enn er óframkomið í þinginu tengt afnámi gjaldeyrishaftanna og það kemur fram innan 2 til 3 vikna það bil. Ég ætla að gefa Sigurði orðið til þess að skýra þetta frekar. Já, það sem sagt mikilvægast í þessu sambandi að ríkisstjórnin heldur áfram að vinna að þeim stóru verkefnum sem að við höfum verið að vinna að á liðnum 3 árum og náð svo glæsilegum árangri með og þar munum við leggja auðvitað áherslu á þessi stóru mál sem að stærsta málið sem að Bjarni nefndi afnám hafta og það sem að fylgir öllum þeim sem þarf að gera í sambandi við það. Það eru síðan önnur mál, snerta húsnæðismál og varðandi unga fólkið okkar og þá sem eru á leigumarkaðnum og slík mál. Síðan munum við taka heilbrigðismálin í fangið og halda áfram að byggja þar upp og ásamt auðvitað öllu öðru. Og það mikilvægasta að þegar að ríkisstjórnin hefur lokið sínum störfum að þá búið að búa hér til svigrúm til þess að styrkja innviði á öllum sviðum enn frekar heldur en nokkurn tímann hefur verið tækifæri til áður. Var einingu þessa niðurstöðu inn í þingflokkum ykkar? Algjörlega. Það rétt að Ásmundur Einar hafi staðið til að gera hann að ráðherrann að þingflokkur Framsóknarmanna hafi hafnað því? Nei, það rangt. Hver tekur við þínu ráðuneyti? Það kemur ljós á morgun. Það verður að vera einhver spenna í þessu. Verður þá ríkisráðsfundur á morgun hjá forseta Íslands? Já, við höfum óskað eftir því að forsætisráðherra hafi samband við forsetaembættið og boðið til ríkisráðsfunda á morgun. Hvenær á morgun? Sennilega 12-leytið á morgun. Sigmundur hefur stigið til hliðar sem forsætisráðherra og verður þar að leiðandi óbreyttur þingmaður. Þið sögðu það ætlaði að halda áfram samstarfi á grundvelli þeirra málefnaskrár sem liggur fyrir hjá þessum stjórnarflokkum. Verða engar breytingar á henni, engar áherslubreytingar, því að það liggur fyrir að það hefur verið áherslumunur á milli þessara 2 flokkar? Sú staða sem verið að bregðast við í þessari viku, hún hefur ekkert með málefnasamning ríkisstjórnarinnar að gera. Sá mikli árangur sem hefur náðst á þessu kjörtímabili, hann byggir á stjórnarsáttmálanum sjálfum. Þeim málum sem við settum á dagskrá sem ríkisstjórn, að loka fjárlagagatinu, að taka á skuldamálum heimilana, að vinna í gjaldeyrishaftamálunum, stærstu einstöku áskorun okkar í efnahagsmálum og svo framvegis. Og þetta hefur skilað gríðarmiklum árangri og þess vegna er ekkert nema sjálfsagt að flokkar sem ætla að halda áfram samstarfi með sömu ráðuneyti, sömu ráðuneytaskipan
að þeir byggi áframhaldandi samstarf sitt á sama málefnagrunninn. Þetta var í tilefni til þess að endurskoða málefnaskrá ríkisstjórnarinnar og endurskoða ykkar áherslur. Ætlið að gera það? Að því leitinu að við erum auðvitað með stjórnarsáttmála sem við erum að fara yfir. Við erum auðvitað búin með lang flest þeirra mála. Einhver standa þar fyrir utan. Einhver ný mál hafa orðið til sem að við teljum miklu áherslu á að leggja áherslu á að koma í gegn núna á þessum tíma. Hvaða mál eru það? Það mun koma einnig í ljós. Það er auðvitað, við mætti aðeins bregðast við þessu, ég ætla aðeins að fá að bregðast við þessu. Það er auðvitað augljóst þegar að stjórnarflokkarnir sem að höfðu hér umboð til 4 ára ákveða að stytta kjörtímabilið 1 ár, þá munum menn þurfa að forgangsraða. Og við munum setja í sérstakan forgang þau áherslumál sem að við teljum að séu brýnust. Það er svarið þessar spurningu. Kom aldrei til greina að ganga alla leið og fara bara í kosningar í maí? Er réttlátt að setja að þið búið til fjárlagafrumvarp fyrir kannski ríkisstjórn sem er að taka við snemma á næsta ári eða seint á þessu ári? Það sem er mikilvægast í þessu er að það eru gríðarleg verkefni sem eru búin að vera hérna í þinginu í undirbúningi langan tíma, verkefni sem að skipta miklu máli fyrir þjóðin og við teljum mikilvægast að ljúka. Nú er það svo að þið hafa ekki verið að ríða feitum hesti frá skoðanakönnunum. Treystið ykkur í kosningar? Skoðanakannanir sveiflast upp og niður og stjórnarandstaðan er í rusli líka. Við viljum ekki bara segja það eins og er. Flokkarnir hér á þingi eru fæstir að mælast vel. Það er einn flokkur sem er tímabundið. Hann skreið inn á þingi fyrir nokkrum árum síðan og er núna með mikinn stuðning. Þannig að hvað annað heldur en nákvæmlega sú staða er til vitnis að skoðanakannanir eru ekki, skoðanakönnun dagsins í dag er ekki nema vísbending það hvað gerist næst þegar kosið verður. Ég hef heyrt að það hafi ekki verið einhugur þetta inn í Sjálfstæðisflokknum. Þú sagðir í gær að Sjálfstæðisflokkur væri alveg til í kosningar. Miðað við upplausnina sem er í þjóðfélaginu út af þessu ástandi, hefði það ekki verið eðlilegt að bjóða bara strax til kosninga og mér skilst að það sé ekki einhugur þetta í þínum flokki? Þú segir að það sé upplausn í þjóðfélaginu. Ég held að það sé allt og sterkt til orða tekið. Það er kallað eftir viðbrögðum við þeim aðstæðum sem hafa skapast. Við erum að kynna hér að við ætlum að stytta kjörtímabilið og ganga til fundar við kjósendur fyrr heldur en áður var áætlað. Þið þekkið síðan önnur skref sem hafa verið stigin í þessari viku. Það er einmitt við svona aðstæður sem að reynir á stjórnmálaflokkana og þingið. Og við þessar aðstæður... Er það að segja að það sé einhugur þessi mál í Sjálfstæðisflokknum? Sjálfstæðisflokknum? Ég er að segja, þannig ég fá nú að ljúka mínu máli. Það sem ég er að segja er að það er nú ekki meiri upplausn en það í þjóðfélaginu en að hér er vel rúmlegur meirihluti fyrir að styðja þessa ríkisstjórn sem að gengur áfram á grundvelli sama málefnasamstarfssamnings og verið hefur með 38 þingmenn sér að baki. Það er sögulega séð gríðarlega sterk ríkisstjórn. Er ríkisstjórnin á samkomulagi við stjórnarandstöðuna þingkosningar og hugsanlega einhver mál sem að munu fá forgang á þinginu? Fundurinn í kvöld var fyrst og fremst til þess áður en við mættum ykkur til þess að upplýsa þau stöðuna, fara yfir málin, taka samtal það hvernig við getum búið til meiri stöðuleika í stjórnmálunum og hafið það samtal sem að skiptir máli hérna inn í framtíðina og við munum halda því áfram. Hvaða stöðuna sem Davíð hafa í þessu stjórnarsamstarfi mun hann? Það verða ekki breytingar á ráðherralista Sjálfstæðisflokksins. Do you have a statement in English? We'll take statements in English afterwards. Flokksins á þetta ríkisstjórnarsamstarf. Mun þú Bjarni til dæmis vera í nánu samtali við hann það hvernig þessi ríkisstjórn starfar? Það er náttúrulega augljóst. Eftir að ég tek við sem forsætisráðherra þá er ég forsætisráðherra ríkisstjórnarinnar. Já. Hvers vegna var sú ákvörðun tekin? Hvaða ráðherra verður? Eins og hérna er í reglum Framsóknarflokksins þá leggur formaður flokksins fram tillögu. Í þeirri tillögu voru núverandi ráðherrar, auk Lilju Alfreðsdóttur og svo tillaga var samþykkt. Ef við tökum hérna 3 spurningar í viðbót og svo þurfum við að sinna hérna öðrum blaðamönnum og öðrum tungumálum. Telur þú njóta nægilegs trausts til þess að halda áfram? Það hefur nú komið síðast fram í mælingum að ég hef það traust sem ég þarf frá mínum flokksfólki, frá mínum þingflokki og sjálfstæðisfólki til þess að vinna úr þessari stöðu. Það er stutt til kosninga. Ég ætla að bregðast við þeirri stöðu sem að hér er komin upp með því að láta verkin tala. Að bregðast við með því að sýna það í verki hvaða er sem ég hef fram að færa sem stjórnmálamaður, hvaða er sem ég hef fram að færa fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins til þess að bregða við þessum aðstæðum og því ákalli sem hefur verið í íslensku samfélagi
að vinna að framfaramálum. Svo kosið og þá verður traustið mælt. Sigurður, Vigdís Hauksdóttir formaður fjárlaganefndar, kom til greina að hún yrði ráðherra? Eins og ég sagði ykkur, tillaga formannsins sem ég sagði ykkur frá áður, hún var samþykkt. Formannsins, Það var Sigmundur Davíð sem gerði það til. Það er síðasta spurning. Það er ein spurningan. Það verður stjórnarandstaðan ætlar að leggja fram vantrauststillögu strax þegar þing kemur saman að ný. Hvernig ætlaði að bregðast við henni? Já, við ætlum að bregðast við henni með því að greiða 38 atkvæða á móti henni. Heldur þú að verði friður þó að þið komið hér núna og tilkynna þessar breytingar miðað við hvernig ástandið er í þinginu nú þegar og þessi mótmæli sem hafa verið hér fyrir utan, haldið þið fáið einfallega frið til þess að koma einhver málum áfram? Við væntum þess að það sé hægt. Bjarni? Að sjálfsögðu bindum við vonir við það. Ég verð að segja fyrir mitt leyti að þessi ríkisstjórn hefur brugðist við með afar afgerandi hætti. Þær breytingar sem við erum að boða á lengd kjörtímabilsins annars vegar og aðrar breytingar sem að verða hér á ríkisráðsfundi á morgun eru mjög stór skref. Einhverjir vilja kalla eftir kosningum nú strax. Við munum fella tillögur það. Svo eftir nokkra daga þá munum væntanlega flestir átta sig á því að allt tala kosningar eftir 45 daga bara úr sögunni. Það eru aðrar kosningar sem eiga að fara fram hér á landi í júní. Þeir sem að þá ætla að halda áfram að grafunda ríkisstjórnin eru væntanlega að kalla eftir starfsstjórn. Og ég segi bara fyrir mitt leyti, við með okkar 38 þingmanna meirihluta ætlum ekki að fá neina starfsstjórn yfir Ísland. Við ætlum að halda áfram að stjórna landinu í krafti þess umboð sem við höfum haft og svo göngum við óhrædd öll saman til kosninga hér í haust. Alveg klárt að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, muni samþykkja þetta? Hefur hann gefið ykkur einhver fyrirheit það? Það bara stjórnarskráin sem gefur okkur fyrirheit það og lög á Íslandi. Þegar það skýr meirihluti á bak við starfandi stjórnarflokka eins og núna og auðvelt mál að mynda ríkisstjórn, þá alveg augljós hver niðurstaðan verður.